vorum sko 25 og við upplifum svolítið eins og svona æskan væri kannski okkur að baki og framtíðin, ellin að taka biði. Þannig að já, svona austanmegin æskunar var kannski svolítið svona tímapunkturinn sem að hljómsveitin var stofnuð. Já, en það náttúrulega kemur úr bók sem að þú varst að lesa. Segir einhvers staðar, I was halfway across America, standing on the divided line between the east of my youth and the west of my future. Þegar við erum spurðar þú veist, áhrifavalda í músík, maður náttúrulega stöðugt að taka svo mikið inn. Það stöðugt verið að dæla í manni alls konar upplýsingum, bara þú veist, í útvarpi, í sjónvarpi. Maður er svo ómeðvitaður oft hvað maður er að taka inn og ég held að það skili sér einhvern veginn á endanum kannski mögulega inn í það sem maður er að gera. Þú veist, við höfum alveg stundum verið með þá pressu á okkur að ætla að gera bara hittara og það drepur allt. Þú mátt ekki vera með svona mikla pressu á þér og því þá fer sköpunin að snúast upp í andhverfu sína einhvern veginn. Þannig að oft bara best einmitt eins og Telma segir að þá þetta bara eitthvað sem síast inn bara gegnum allt, bara hvernig manni líður, hvernig dagurinn hvernig veðrið hvernig við erum að bonda þann daginn. Það líklega enginn sem við eytt meiri tíma með svona síðustu 12 mánuði en hver annari. Nei. Þannig að, já. Það hefur bæði verið styrkjandi og pínu slítandi. I can do this on my own, don't want to see you through my phone.